Í þessu myndbandi verður sýnt hvernig þú skilar verkefni í Canvas. Það fer svolítið eftir skipulagi á námskeiðsvefnum hvar verkefnin eru. Í þessu tilfelli er hlekkur á verkefnið undir vikunni og svo koma öll verkefni fram hér undir verkefnislekknum. Efst er skiladagur verkefnisins og hann ætti líka að sjást í námskeiðsdagatalinu. Ótakmarkaðar tilraunir merkir að þú getur skilað eins oft og þú vilt þar til skilafrestur er liðinn. Kennarinn sér hvaða skjalið þú skilaði síðast, hvert er nýjasta skjalið. Það kemur fram hvenær er mögulegt að byrja að skila verkefninu og hvenær eru síðustu forvið að skila. Í þessu tilfelli lokast fyrir skilin 1 sólarhring eftir formlegan skiladag, en þetta getur verið mismunandi. Verkefnið hefur 10 punkta sem þýðir að einkunn verður gefin á skalanum 0 til 10. Þá kemur verkefnislýsingin, hvað nemendur eiga að gera. Fyrir neðan sést oft matskvarðinn sem verður notað við námsmatið og hann gefur þér upplýsingar út frá hvaða forsendum verkefnið þitt verður metið. Líklega er algengast að þetta viðmót blasi við, en stillingar sem kennari velur í uppsetningu verkefnisins geta haft áhrif á hvað sést hér. Í verkefnislýsingunni fyrir ofan kemur líklega fram á hvaða formi skilin eiga að vera, Word-skrá, PDF, MP4 vídeoskrá eða eitthvað annað. Hér getur þú hlaðið upp skrá eða dregið inn skrána. Það er einfalt að eyða skrá ef þar krefur. Þú getur náð í skrá í Canvas skráasafnið þitt og tekið mynd, til dæmis af risplaði, útreikningum eða öðru sem á að skila. Þú getur skilað myndbandi sem þú átt í Canvas Studio safninu þínu og svo getur þú náð í efni í Office 365, Dropbox eða Google. Eftir að búið er að skila verkefninu er ekki hægt að eyða því. En ef skilafrestur er ekki liðinn er yfirleitt hægt að skila aftur og kennarinn sér hvaða skil eru nýjust. Þú getur sendt kennara athugasemd með verkefninu og þú getur skráð athugasemdir beint inn í skjalið og kennari mun sjá þær. Hér hefur nemandi skilað sama verkefninu oftar en einu sinni og þá getur nemandinn skoðað hverja útgáfu af verkefninu fyrir sig. Ef kennarinn notar svokallað liðsagnamat gæti nemandi fengið endurgjöf eða athugasemdir í skjalið frá kennara í hvert skipti sem hann skilar. Ef þessi texti kemur upp þegar þú smellir á verkefnið, þetta verkefni er hluti af óbirtri einingu og er ekki tiltækt eins og er, þá er best að hafa samband við kennara. Vandamáli felst í því að verkefnið er staðsett í viku eða einingu sem hefur ekki verið birt nemendum. Ef komið er að skilum og þú finnur einfaldlega ekki verkefnið á námskeiðsvefnum er líka best að hafa samband beint við kennara. Hugsanlega hefur gleymst að birta verkefnið nemendum eða eitthvað annað. En þetta er komið. Takk fyrir að horfa.